Dagur 10 í Svartfjallalandi. Við erum með Ísak og Aron. Leikur í gær á móti Bretum. Hvernig var leikurinn? Já, ég var nú ekki með en það var nú ekki alveg sjón að sjá mína menn. Allavega svona alla leikir en Já, þetta var svona ýmsir hlutir sem spiluðu inn í, bara eins og víti og annað svona tapaði boltar sem að skiptu máli í endan út af við töpuðum bara með einu stíg. Nú til að byrja með að þið náu upp frekar góðu forskoti. Hver er svona ástæðan fyrir því svona í fyrri hálfleik? Já, bara vantaði bara svona geðvíkina í okkur. Við vorum bara einhvern veginn að spila körfubolta og ekkert meira, skilja. Það vantaði alltaf baráttu og svona læti og svona eins og er búið að vera í sigurleikunum okkar. Og í seinni hálfleik, hvað breyttist? Fórum bara svolítið að spila okkar svona eigin leik. Fórum í svæði. Það svona virkaði svona bæði og. Þeir enda settu svolítið mikið að þristum sem þeir voru ekki búin að gera á mótinu. En já, svo bara gáðumst aldrei upp, héldum bara áfram og á endanum náðum við. Og í lokina það voru 1,5 eftir og við 9 undir. Já. Hvað gerðist þeirra? Þá hrukkuðu við loksins í gang. Orri var mjög góður, setti nokkrar klötskörfur. Já, við líka fórum á vítalínuna og settum alltaf annað vítið og náðum alltaf sóknarförstun og það var alltaf brotið okkur aftur, þannig að við vorum kannski að skora svona 5 stig á svona 5 sekúndum í endan, þannig að það gaf okkur svolítið. Svo setti Orri þarna geggjaðan þrist og kom einu yfir. En þá áttu þeir heila sókn eftir. Og ég meina, þetta er náttúrulega leikur sem við vonandi lærum hellinga af. Og ég meina, annar liðið þarf að vinna og hitta að tapa og við ætlum svo sem 9. sæti, en hver er stefnan núna? Það er 13. ekki? Jú. Já, það er bara að komast í 13. sæti. Það er ekkert annað snuðni. 13. sæti. En Aron minn, þú hefur fengið ofnæmi og verið mikið frá. Já. Segðu okkur nú söguna eins af spítalaförunni. Ég fór á einhvern spítala. Það var nú ákveðin upplifun til að upplifa, já. Ég fór með Matla, vinum mínum, á sjúkrahús og við löpum inn og náttúrulega talaði engin ensku þarna. Og ég fer bara inn í stofuna, engin hurð náttúrulega að vera að smíða hana á með einhverju viðgjöfum hamri. Og ég bara, hún segir mér að taka bólinn af og ég geri það. Og hún sagði, no, you're a pinch. Og ég geri það og geri niður mig og það er bara spraut í rassinn. Og svoleiðis var það. Ég ætla nú ekkert að fara í meiri smáatriði. Við þökkum Ísaki og Aroni kærlega fyrir spjallið.